Góðan daginn og velkomin í hornið mitt hérna á Alheimsvefnum. Ég heiti Helga og handhafinn Óð og þetta 12. þátturinn og í dag 5. 21. desember. Ég eins og ég talaði í síðasta þætti þá vissi ég að ég myndi ekki gera þetta á mánudegi eða já, og þegar mér langaði að gera svona svolítið yfirlit hvað ég væri búin að gera á árinu og klára svona ýmis verkefni og ég held að það yrði alveg brjálað að gera en svo bara náði ég mér í kveðpest og það sem átti að gera fór bara á hold og það bara allt í lagi. Það jólin koma hvað sem allt er hreint eða ekki. Þannig að það bara góð. Það bara mottóið að njóta þessi jólin. Og já eins og ég segi, ég ætla að fara yfir, ég að líta niður á það sem ég var búin að skrifa niður. Já, ég ætla bara að byrja á því að bjóða ykkur öll velkomin og gamla og nýja og þakka ykkur fyrir að taka þátt í þessu brölti mínu á YouTube-rásinu minni og þetta verður síðasti þátturinn á árinu, einfaldlega því að við erum að fara að leggja alrýmið í íbúðinni í rúst, stofuna og borðstofuna og gangana. Þannig að það verður, og það hefst bara strax á milli jól og nýjárs, þannig að ég ætla ekki að vera að stressa mig á þessu endilega, en kem nú örugglega aftur inn fljótlega á nýju ári. Og já, í þættinum ætla ég að líta yfir farin veg, sýningu kláruð verk og verk í vinnslu og hvað datt í pokan og svona og bara nefna 4 síðustu podcastin sem ég horfi á í hvers skipti sem að viðkomandi podcastari dælir inn efni á rásina og og þá held ég að við bara hefjumst handa. Nú ég í síðasta þætti á mánudaginn í síðustu viku þá var ég að tala að Guðlaug hefði alveg svoleiðis bullsmita með því að fitja upp á nýri peysu og hún kommentaði undir það vídeó og sagði að hún hefði þó ætti ekki sökina á svæk en kannski á bara fiðringnum en það sem hún vissi ekki þá var að ég var búin að fitja upp á komfortfeitinu. Gerði það á man ekki hvort það var á mánudagskvöldinu bara sem ég bara hreinlega gat ekki hafa með mig. Og ég er búin að vera að prjóna svækið og komfortfeitið til skiptis en ákvað svo að leggja áherslu núna síðustu daga á því að ljúka annar þeirra fyrir jól. Fyrst ég var hvort ég gat ekkert gert annað en að taka þér rólega, þannig að ég ekki bara byrja á þessari dásemd. Það sem að gæjist inn í ramman Comfort Fade eftir Andreu Mári og ég prjónaði þetta úr 2-földu sokkagarni, svona eins og 2-földu fabel eða eitthvað slíku, nema þetta bara allt handlita garn eftir sjálfa mig og ég notaði sömu prjónastærð og sömu, já, hún mæli með 4 mm í þennan DK grófleika af garni og 3,75 en þeir prjónar voru uppteknir hjá mér þannig að ég fór bara niður í 3,5 og það bara kom rosa vel út og ég var með sömu prjónafestu og uppbergefin í uppskriftinni þó ég væri að nota 2-falt sokkaband og þessar ráðlegu prjónastærð. Þannig að ég gerði næst stæðsta
stærðina í þessu. Og þetta sem sagt hún óhneppt. Þannig að þetta bara svona golla sem fleygir yfir sig. Og ég gerði alveg ástæðan kannski fyrir þetta gekk svona hratt hjá mér var það að ég gerði hrauslegt svindl. Hún talar sem sagt í uppskriftinni að því þetta allt garðaprjónn hérna sem snýr út, að það sé hægt að prjóna í rauninni ermarnar á röngunni. Þannig að þá prjónar bara hring eftir hring og þarf ekki að vera að gera brauðið tilbaka. Og ég ákvað að gera það bara líka á búknum. Þannig að þegar ég var komin hérna niður fyrir ermarnar og búin að prjóna nokkrar umferðir niður, þá bara byrjaði að prjóna í hring og sem prjónaði bara uppgefin lykkjufjölda, gerði svo eina brugna og 4 sléttar og eina brugna og hélt svo bara áfram. Og svo þegar ég var búin með ermarnar og komin tími til þess að fara að setja þetta á, þá bara saumaði ég þetta vel upp og niður og opnaði og gerði kantinn. Og svo að því þetta ekki svona, þetta meira að minna svona superwash garn, þá þæfist það ekki svona saman, það krækist ekki saman eins og ullin okkar og svona grófar ull gerir. Þannig að ég sikksakkaði bara snirti sem sagt kantinn vel, sikksakkaði hann svo aftur og saumaði hann svo bara hreinlega niður með grófu spori á saumavélinni áður en ég skellti þessu í þvottavélina. Mér segja þá smá spotti og af því að hún svona opin og verður ekki með tölum, þá ég að hugsa að setja svona borða, handsauma borða í bara til þess að loka þessu alveg. Þó þetta blasa ekkert mikið við, sko, þá truflar það mig pínu að ég vil hafa fráganginn betri. En þetta var mjög gaman að prjóna og gaman að geta nýtt þetta sem maður að brasa við aðra daga, sem sagt að leita garnið sitt. Og í þetta fóru tæp 700 grömm af garni, það uppgefið sem sagt 900 grömm af þessum DK grófleika. En það hefur greinilega breytt einhverju að ég var að nota sem sagt fínna garn. Það sjálfsagt aðeins grófara af því að tvöfalt sokkagarn pínu grófara heldur en þessi DK grófleiki sem hann talaði í uppskriftinni, þannig að það sjálfsagt útskýrir það. En þannig að ég lék mig svolítið bara með það sem ég átti til. Og ég gerði einfaldlega því ég var að kláraðist 1 liturinn og svona, þá gerði ég kragan ekki eins djúpan og uppskriftin segir til en mér finnst hann alveg nógu djúpur, þannig að það var bara fínt. Það munar ekki miklu með þennan part. Það munar bara einhverjum örfáum umferðum og ég get sko alveg mælt með þessari uppskrift. Og það bara, mjög þægilegt að fylgja eftir. Jafnvel fyrir nokkuð nýjan prjónara sem maður getur þó lesið enskuna og svona googlað sér til upplýsingar. Og það sem var nýtt fyrir mér í þessu verkefni var, ég hafði aldrei notað þetta, hvað heitir það? Jenny's Surprisingly Stretchy Bind-Off og hún mælir með því í þetta þegar maður fellur af kragan og að neðanverðu. Þannig að ég prófaði það og það kemur bara ótrúlega vel út og bara mjög einfalt í rauninni. Ég var búin að sjá eitthvað annað fyrir mér, eitthvað voða maus en svo bara fór ég á YouTube og leitaði þessu og þetta var bara mjög skemmtilegt og ekkert mál að gera. Svo ég með önnur minni klár.
þannig að við fjölskyldan byggum í 4 ár í Englandi og þar náttúrulega kemur bara einn jólasveinn og kemur á jóladagsmorgun en við náttúrulega héldum okkar, fengum íslensku jólasveininn alltaf náttúrulega til að koma en svo var þessi breski líka farin að láta sjá sig. En hann var ekki svona að gefa alla gjafirnar eins og tíðkast heldur, bara fengu þær stelpurnar svona aðfangadags, eða svona, þú veist, við senkum í rauninni bara aðfangadagsgjöfinni fram á jóladag sem var alltaf pínu rausnalegri en hinnar. Þannig að við höfum haldið þessari hefð hérna eftir að komum heim og nú eru náttúrulega allir orðnir fullorðnir í fjölskyldunni nema barnabörnin. Þannig að en við fáum öll eitthvað smá svona, eitthvað til þess að japla og sokka eða eitthvað svona bara svona til þess að minnast þess fjölskyldutíma og þeirra hefða sem við lærðum þar og kynntumst. En þannig að amma ef mér vantaði eitthvað svona lítið að gera með peysuflippinu og þá var þessi lirfa til sem að breytist svo í fiðrildi. Þannig að þetta er lítið fiðrildi sem að á svona poka til þess að vera í sem er eins og sokkur. Og þetta er uppskrift eftir Susan B. Anderson og hún var með svona eitthvað jóla eða aðventu tilboð og ég vissi það að hún skrifar mjög góðar uppskriftir, eða gerir mjög góðar uppskriftir, þannig að ég ákvað að prófa að kaupa eina og þannig að þetta fer í pakka handa litla ljósinu henni Hrafntinu til þess að opna á aðfangadagsmorgun og ég notaði bara, ég var bara að nota alls konar svona babyull frá Dale í fiðrildið og þetta er alveg, þú veist, þetta er náttúrulega bara fáránlega lítið garn í þetta, þess að ég var ekki sjá hvort það sé ekki með forsíðuna nei. En það er allavega lítil mynd sem ég get sýnt ykkur. Þetta er sérst krútin. Já, örugglega að gera fleiri svona. Þetta var svona pínu náttúrulega eins og venjulega þegar maður er að gera eitthvað nýtt þá tekur þetta aðeins þú veist, þegar maður pínu að kynnast hvað maður er að fara að vinna með en þetta var samt ótrúlega fljótt gert. Og síðan kláraði ég þennan gæja, þennan hálskraga og ég var búin að sýna ykkur í einhverjum fyrir þáttum vettlinga á húfu sem ég gerði úr þessu garni og langaði að bara eiga gott sett hálsinn og höfuðið og hendurnar og þannig að hann fyrir bara svona á og bara hlýr og góður og þetta garn, þetta græna heitir Sincere Sheep og þetta er svo litað með náttúrulegum litum og er bara 100% Superwash Domestic Merino og ég fekk þetta í svona skipti dæmi sem ég fór í á Ravelli þar sem maður er paraður við annan einstakling og svona verum að þú veist gefa hver annari prjónatengda gjöf og meðal annars var græna garnið og hvíta garnið er frá Knit Picks handlitað og það er bara 80% Superwash Fine Highland Wool og 20% polyamide sem er bara nylon, já. Þetta er sérst mjög gott sokka. Það gat, en ég notaði ekkert í sokka.
Þannig að það hægt að vera með á röngunni líka. Og húfan líka úr þessu tvöfalda klukkuprjóni eftir uppskriftin eftir Andra Mári. Mér svo heitt í peysunni, ég verð að fara bara úr henni. Við erum á Íslandi og húsin vel kynnt. Það hefur verið æðislegt að eiga þessa peysu. Við bjóðum í Englandi, þar var alltaf kalt á þessum ástíma. Þannig að þetta eru klárin mín þessa vikuna. Og síðan það verk í vinnslu. Nú það bara byrja á svækinum. Það líka mjög skemmtilegt og ég var ekkert búin að stúdera neðri partinn, þessar bólinn, en hann líka munstrað með svona smá, þannig að þú veist það verður ekki eins leiðigjarnt að prjónan bara einlita niður úr. Þannig að hérna bekkurinn og ég notaði hérna tvöfalt, sem ég sagði hverju ég síðast þetta, tvöfalt handlita eftir úrugvæskar konur sem hefur verið að kenna að standa á eigin fótum og búa, bara þéna sína eigin laun. Og ég notaði það bara tvöfalt að þau var svo rosalega fínt. Og síðan á þetta náttúrulega eftir að opnast betur þegar ég bleit hana. Þannig að það bæði í þessu þetta hefðbundna svona tvílita mynsturprjón og svo blúndu bekkur. Og síðan hérna neðan á bolnum, ég veit ekki hvort það sést, þá svona pínlítið kala munstur sem látið mynda hringi. Þannig að þetta verður núna hluti af jólaprjónu. Og þessi dökkgrái litur hérna Austumanns stepp. Sokkagarni sem til í Galleri Snotru og ég notaði í hérna BMT peysuna mína og það bara æði. Og sú peysa náttúrulega svona sniðið á henni þannig að það býður upp á mikið núning og ég búin að vera mikið í henni og það bara ekki komin einn hnökkur í hana undir örmánum eða þar þannig að ég mæli 100% með því í svona í peysuprjón flíkur. Síðan vorum við vinkonur Indriða með jólagleðin okkar á mánudaginn í síðustu viku eftir að ég var búin að setja þennan þátt í loftið og það var æðislegt. Við hittumst á mánudagskvöldi og vorum ég og Anna Dóra vinkona mín, við vorum búin að elda súpu fyrir daginn, þannig að við mættum bara í Rauða Kross húsið þar sem við fáum að vera og hittum súpuna og borðum hana og æðislega maristertu og prjónum og skiptumst á, fórum í svona gjafaleik og ég fekk, mín gjöf var jólakaka, þannig að ég þarf ekki að baka hana, bara meiri tími til þess að prjóna. Og bara ótrúlega gaman og Indriði kom maðurinn hennar Sigurlaugar sem í prjónahópnum. Hún ekki á Facebook en Indriði maðurinn hennar og ég er búin að segja ykkur þetta áður, hann á Facebook og hún notar Facebooki hans og við erum að bæta Indriða við í hópinn svo Sigurlaugur sagði hvað var að gerast og við ákvaðum bara að kalla okkur vinkonur Indriða. Þannig að Indriði kom heiðursgestur og hélt frábæra ræðu og var að mæra okkur og konuna sína og svo kom hún Lína sem á Galleri Snotru líka og við buðum henni líka að koma því að hún gerir vel við okkur og hvetur okkur til þess að vera svona prjónaóðar og þetta náttúrulega eru við henni alveg óendanlega þakklátar fyrir að vera með svona frábæra verslun fyrir okkur bara á Akranesi og þannig að þetta var bara æðislega vel kvöld og það var nú eitthvað prjónað en það var meira blaðræði þetta sinn en þetta svona smá stekkar. Þetta verður tekið fyrir núna ásamt svækpeysunni, þetta verður aðal áherslan lögð og þetta núna
jól að koma frá. Og eins og svo oft áður þá þetta geymt í, eins og ég hef oft sagt áður, þá þetta geymt í einni af töðrunum mínum. Nú, þetta það sem ég hef verið aðalega að vinna í, og eins og ég vitið þá ég með alveg fullt af öðru, en ég hef ekkert snert það, því ég ákvað bara að taka það úr grindinni hjá mér og vera ekkert að láta það ergja mig neitt, og svo mun ég bara tína eitt og eitt gamalt verk með svona kannski ef ég fytti upp á 1 nýju þá tek ég 2 gömul og reyna að vinna það svona jafnt og þétt í gegn. Þannig að það sjá nú einhvern tímann fyrir endan á þessu öllu saman, og það sem að fer beint á prjónana eftir að ég verið búin með svækið og komið langlegan með sjalið prinsateppið, margum talaða. Ég er búin að taka sér til uppskriftina og já, og það alltaf verða klárt. Reyndar var, ég sýndi ykkur að ég uppgötaði fyrir síðasta þátt að ég átti eftir að prjóna nokkrar jólagjafir og ég átti eftir að sýna ykkur eina húfu, en það búið að pakka henni inn og hún farin úr húsi, og hún var bara úr þessu andesgarni sem ég var að pröfa frá Drops sem til í Gallerí Snotra, og þetta sko það fyrir mér alveg snill. Þetta 100 gramma dokkur og það dugar í einu húfu og vel það. Þannig og meira segja sko ég gerði önnur húfan var kaðlahúfa og dokkan döði, af því að það fer náttúrulega alltaf drjúgt í kaðlana. Já, þannig að það var líka í sjálfu sér klár sem tilheyrir þessu. Svo ætla ég að sýna ykkur, leið og ég var að kaupa uppskriftina af firildinu, þá ákvað ég að fjárfesta í annarri uppskrift, og það eftir hana Kay sem ég talaði áður, sem er annar aðilinn í The Bakery Bears á YouTube, og ég prjónaði ýmislegt eftir hana, og fyrsta sem hún gaf út sem prjónahönnur var Bangsi, og sem Mrs. Bakery Bear, og hún gerði hans fyrir dóttur sína þegar hún fæddist, og gaf svo uppskriftina út. Hún gríðarlega vinsæl þessi, og nú á Bakery Bears líka Mr. Bakery Bear, þannig að hér orðið par, og á dögunum var hún að gefa út ref, rosa sætan, en ég ætla að byrja á þessum tveimur og búin að tína til fullt af svona smart garni í þetta sem ég á afgangum og svona, og ég ætla svona að prófa að gera þetta, og náttúrulega kveikir í manni að gera eitthvað svona dúlleri þegar maður á orðið. Byrja ég ásakið þegar maður byrjar að safna svona litlum krílum, barnabörnunum, þannig að þetta mun svona þetta prjónan annars slagið þegar að maður getur orðið svolítið þreyttur á þessum stærri verkefnum. Ég verð það sérstaklega þegar ég er svona drusluleg, þá finnst mér þægilega oft að vera að vinna með smærri hluti. Þannig að þetta svona bara á tilbúið á hliðarlínunni. Og já. Þannig að mér langaði bara að sýna ykkur þetta og set upplýsingar niðri, og eins og í upphafi þá set ég alltaf hvar mig að finna, og farin að setja það líka í slána fyrir neðan vídeóið á YouTube. Svo ætla ég að sýna ykkur bara að það var nú ekkert mikið sem datt í pokan, en þó var það lopi. Sýndi ég ykkur hann kannski síðustu ykkur? Ég held að því ég keypti hann á sama tíma og garnið. En já, þetta bara ég ætla að
skoða þetta svolítið almennilega hvað mér finnst hérna áhugavert að spreyta mig á hérna. Það alveg greinilegt að erlendir hönnuðir eru farnir að hafa áhrif á okkar hönnuði í sambandi við mynstur og laga á til dæmis sjölum og svoleiðis. Eins og þetta er ekkert hefðbundið neitt íslenskt sko. Þetta er voða Stífin Vestlegt. Þannig að það er bara gaman að sjá það að það er einhvern veginn allt orðið meira leyfilegt í dag. Og bara gaman að það sé svona mikil fjölbreytileiki því að smekkur fólks er svo misjafn í þessu eins og öllu öðru sem er bara gott. Já, svo er komin pínu sokkafeyringur í mig. En það bíður. Ég máli var að ég var vann fyrir nokkrum vikum hjá Shona Stitches, henni Shonu á Shona Stitches á YouTube. Þá vann ég uppskrift hjá henni, uppskriftir. Allavega var önnur sokka uppskrift af rosalega fallegum sokkum sem að byrja svona kom neisti af því ég hef ekki bara verið neitt sérstaklega spennt í sokkaprjónu undanfarnar vikur og mánuði. Síðan var ég að horfa á YouTube fyrir vikunni eða helgina og þá komst ég að því að ég hafði unnið uppskrift frá Periscoping Sisters og það var Rhinebeck sokkarnir eftir The Crazy Sock Lady og svo vann ég uppskrift hjá Emily í Arctic Knitting, þessari norsku sem að litar garn og er prjónahönnur og ég vann sokkauppskrift frá henni líka úr svona tílitum sokkum, svona með hefðbundnum norsku mynstri og hæl og tá og öllu klappinu. Það er svona meira kannski svona innisokkar heldur en sokkar til þess að vera í úti og í skóm og svona. Þeir eru náttúrulega þannig í laginu svona með tótu á endanum á hælnum og tánni og þannig að það fer kannski ekkert vel, allavega ekki mínu sko. Og þannig að þetta kveikir alltaf pínu í manni að fá þegar maður fær svona óvænt fallegar gjafir. Ég er alveg búin að drekka kaffi og búin að vera vakandi lengi á fyrir þessu gespi. En samt. Nú, svo tók ég að ganni saman hvað ég er búin að gera á árinu. Ég gerði þetta þannig var að áramótin í fyrra þá fórum við hjónin og yngsta dóttir okkar í sumarbústað yfir áramótin. Og þau bæði veiktust. Þannig að þau voru bara mikið í bælinu og ég var mikið bara frammi að glápa á sjónvarpið og slappa af og svo var ég eitthvað að skoða Instagram og sá að margir voru að taka saman svona annál, prjónaannál og ég ákvað að gera það og þetta er ótrúlega maður er svo fljótur að gleyma hvað maður gerir og svo verður maður pínu æstur þegar maður sér hvað maður gerði og maður langar til þess að gera betur en það var svo sem ekkert endilega eitthvað sem að ég fór af stað með í huga en það er svolítið gaman að sjá á milli ára hvað hefur breyst. Árið 2016 var ég rosalega mikið í sjölunum og sokkunum, það var fyrsta árið sem ég var að gera svona fína sokka og það var eiginlega bara aðaláherslan og svo allt sem ég gerði á hrafntinu. En nú eru komnar þarna á þessu ári bæstu mikið á húfum og vettlingum og peysum fullorðins. Þannig að ég veit ekki alveg hvort það sé tæmandi listi að því bara hann ekki saman við rafirli en
eins og ég talaði að ég ætla að gera, en þetta samt alveg, ég farin að halda í prjónisvefni, svarið það, af því að ég ekki bara alltaf að prjóna eins og fólk heldur, sko, þó að ég sé mikið bundin hérna heima, þá ég að gera ýmislegt annað, ég sinni foreldrum mín mikið og náttúrulega barnabörnunum og í kórnum hérna á Akranesi og það fyrir mikil tími þar í það og syngt mikið í útförum og það ekki eins og ég seti bara hérna heima og sé stöðugt að prjóna. En það hljómar þannig þegar ég verið að þylja þetta upp. En ég ætla að byrja á fullorðinshlutunum og það ég gerði 9 húfur, ég gerði 32 sokkapör, ég gerði 8 vettlingapör, ég gerði 7 fullorðinspeysur, ég held að sé allar á mér með þessu. Ég gerði 1 eyrnaband, 4 svona hálskraga, 18 sjöl og 1 innkaupapoka. Og síðan það barnadótið, ég gerði 1 par barnasokkum, sést best þar, hvað mér finnst ótrúlega leiðilegt að prjóna barnasokka eins og mér finnst gaman að prjóna í. Og 2 pör af barnavellingum, gerði fyrsta dótið, það var þess fiðrildið, 6 barnahúfur, 3 kraga og 3 eyrnaskjól, eyrnabönd. Ég gerði 1 uglupoka, 5 barnapeysur, 1 pils og 2 heimferðasett og það náttúrulega þar eru peysa, buxur, húfa, vettlingar og sokkar. Þannig að jú, ég gerði þá 3 barnasokkapör, ok. Og 2 heilgala og 2 teppi, barnateppi. Já. Þetta ágætt. Þannig að og ég ætla að gera eins og ég gerði síðustu árum og þá ætla ég að setja það líka svona inn á Instagram og þá ég náttúrulega búin að fara vel í saumana hvort það sé allt þarna sem að frá mér hefur komið. Þannig að, já, ég bara ánægð með afköstin og bara spennt að sjá hvert handavinnan leiðir mig á næsta ári. Og ég vona að þegar ég verð búin að gera þessi verkefni sem ég er búin að lofa öðrum að ég fara að grípa í útsaum sem að ég sýndi ykkur í fyrsta öðrum þætti, það útsaumur í dúka, svona jóladúka. Allt er fínt að byrja á því í janúar eða febrúar, þá er ég kannski búin næstu jól. Og nú, afsakið. Ég held að sé bara að því að ég er að tala svo mikið og er ekki að anda nú vel onni með að þá líka mun bara kalla á gott geisp til þess að fá almenn onni í lungun. Og nú ætla ég að renna yfir podcastin 4 sem ég á eftir að segja ykkur frá og þá er ég búin að tala þau podcast sem ég horfi fast á og núna tröllríður allt á YouTube í sambandi við prjónaskapinn, þessi vlogmas sem að mér finnst ekkit rosalega skemmtilegt en það eru þó nokkrir einstaklingar sem að ég fylgist með þar og það er eins og Mína í Knitting Expert, Sjóna í Sjóna Stitches, Emily í Arctic Knitting og svo svona kíkja af og til inn á aðra en sumir bara heilla mig ekki í því formi þar sem að mér finnst þetta svona pínu mismark sérstaklega ef að það er svo ekki eins og hún Ellie í Skeindir Knits hún og Mína þær eru að tala alveg prjónaskapinn í þessum stuttu vídeóm en þær leggja líka áherslu á það að þær halda áfram að sýna sín venjuleg podcast þar sem það er fara ennþá ítarlegra í það sem það er að gera og er ekkert að blanda neinum gjafaleikjum eða neitt svoleiðis inn í þetta hjá sér eins og sumir er að gera og
og ef maður hefur tekið þátt í ykkur þá maður tilneytur að fylgjast með þó maður finnst það ekkert skemmtilegt bara til þess að sjá hvort maður hafi unnið eitthvað því að venjulega það þannig að ef þú tekur þátt í ykkur þá þarfst að fylgja því eftir með því að fylgjast með podcasturunum af því að þeir venjulega hafa ekki samband við þig. Þetta svona hluti af því að halda áskrifendunum inni þar að þú fylgist með því sem þú tekur þátt í og lætur vita ef að viðkomandi ef þú hefur unnið eitthvað. Þannig að en sem betur fer eru eins og ég segi þetta rosalega stór partur af desember, þetta vlog mess hjá þeim, þessi stuttu vídeo og en sem betur fer eru sumir sem að halda bara sínu striki og koma með það sem að ég vil. Nú, fyrsta sem að ég ætla að tala um ung kona sem að kallar þáttur sinn Stitched in Sweden. Hún sem sagt amerísk en býr í Svíþjóð og gift sænskum manni, gift sig í sumar og var að ljúka einhvers konar meistaragráðu í einhverju sem hún talar ekkert mikið en hennar podcast svona hún ekkert með svona raferli hóp eða gjafaleiki eða neitt svoleiðis. Hún notar þetta svolítið svona bara eins og til dæmis ég og Guðlaug þar sem við erum bara í rauninni að festa á mynd þar sem við erum að gera og nota þetta svona sem hvatningu fyrir okkur. Hún hefur hannað eitthvað, hún hefur allavega hannað eitt sjal og hún alveg svo ótrúlega vandvirk og hún svo mikill pælari í sambandi við litarsamsetningar og garnáferð og svo mjög ítarleg og veður greinilega ekkert í verkin nema vel vera búin að grandskoða hvað hann að fara að gera og hún líka alveg frábær saumakona og og hún búin að tala svolítið það núna í síðustu 2 þáttum að hún að gera á sig svona kápu og uppgöta þá að fyrir neðan brjóst hún í stærð 8 en yfir axlirnar hún í stærð 16 og það náttúrulega brjálaði munur þarna á milli og hún í þeim prósess núna eða því ferli að aðlaga sniðið að sinni líkamsbyggingu af því að hún mjög kröfuhörð hvernig hlutirnir að liggja yfir axlirnar og þetta allt svo vanda. Hún búin að sauma sér alveg tonna af nærfötum, aðalega brjóstahöldurum og það náttúrulega þá bara algjörlega sniðið að hennar líkama og bara svo fallegt hjá henni allt saman. Og hún svo yfirveguð og blíðleg og það svo gott að hlusta á hana og ég verði alltaf alveg þegar ég sé að hún búin að gefa út og þá bara hendi ég öllu frá mér til þess að setjast niður og horfa á hana. Síðan það Sara í Love Sock Wool og hún ein af uppáhalds podcastunum hjá henni Hafdísi prjónavinkonu minni og að því að Hafdís og Þórey systir hennar eru svona sjálfsagt hvað frægasta fyrir það að vera ruddu svona sérstaklega á Akranesi til rúms þetta Magic Loop og prjóna báða sokkan í einu og hafa verið að halda sokkanámskeið á vegum Galleristnótru og það var Hafdís sem að benti mér á hana, Söru. Og Sara hún býr í Ameríku og ótrúlega hress og hún ótrúlega mikið svona óreiðu manneskja og hennar aðalega áhugamál að prjóna sokka og kaupa gatn og prjóna sokka og kaupa meira gatn og en svo náttúrulega gerir hún aðra hluti með, hún að hekla líka, að hekla svona afgangateppi og svona minningateppi, ferningana og sjöl og svo saumar hún saumar og selur handavinnutöskur eins og ég og bútar aðeins og hún alveg ógeðslega vel. Hún fitjar upp á 20 sokkum og gera allt bara einn í einu og svo hún kannski 2-3 ára að gera hinn á móti. Hún svona ótrúlega fljót að fá leið
á sokkunum, þannig að þá, þú veist, það er mjög sjaldan sem hún tekur, hún er samt búin að vera svona núna seinni hluti þess árs, hún var að taka sig á og er að vinna þetta upp og er að reyna að fitja strax upp á næsta sokk þegar hún búið með hinn, svo hún fá ekki þetta sem það er kallað second sock syndrome, það sem vilja ekki, nenni ekki byrja á hinum sokknum. Það er það sem er svo frábært við að gera 2 í einu, þá er þetta aldrei vandamál. Þannig að hún er mjög hress og hún er rosalega trúuð en hún er ekkert að ota því neitt þarna inn. Það er bara, þú veist, og fæstir af þeim sem maður er búin að skynja að það eru mjög trúaðar í, þannig að það er ekkert verið að trúa því neitt í handlitið á manni. En maður veit það samt, maður skynjar alveg hvað, þú veist, hvað það er leita í. Nú, svo er það Die Another Day og það eru 2 vinkonur sem búi í Kanada. Önnur þeirra er kanadísk en hinn er dönsk og þær eru báðar litarar. Önnur þeirra heitir Jan Enabler og ég fann hana á Etsy og keypti mitt fyrsta svona röndótta sokkagarn af henni, svona handlitað. Og hérna, hún var semst á Etsy en ég held hún sé komið með sína eigin síðu núna en ég set náttúrulega linkin inn á podcastin þeirra og þaðan er hægt að fara inn á vefsíðuna þeirra og hinn er, hvað heitir, og það sem að vita hvað það heitir er að garga á mig núna í gegnum vídeóið. En hún er þekkt fyrir sem sagt hérna að lita svona röndótt sokkagarn og rosalega mikill fullkomnunar sinni í þeim efnum. En þeir sjá þetta, ég set linkan hérna en podcastin hjá þeim eru bara eins og að fara á uppistand. Það eru svo fyndnar og léttar og skemmtlegar og það hægðist reyndar hérna Jan Enabler, hún veikist í sumar, greinist með æxli í móðurlífi og þarf að fara í aðgerð og svo þegar hún er að jafna sig að þá uppgötvast annað og það er búið að fjarlægja það og þannig að það er búið að ganga á ýmsu og þannig að hún er bara búin að vera að mjaka sér í vinnu aftur hjá sjálfur sér, náttúrulega þurfti að hætta tíma að lita og er bara að koma sér í form aftur núna og þannig að það hefur verið svona, liðið svolítið núna undanfarið langur tíma á milli podcasta hjá þeim en það er alltaf svo æðislegt þegar það er birtast, það er aldeilis kæta mann sko, það er alveg sjúklega að finna saman sko og er bestu vinkonur og þú veist endasetningarna fyrir hver aðra og svona bara frábært vinasamband þarna á ferð og þær eru svona kannski ekkert eitthvað brjálæðislega afkastamiklar upp prjóninu einfaldlega því það er brjálæð að gera hjá þeim í að lita garn og eru eiga báðar slattabörnum og afsakið anda og stór heimili og svona og hérna síðan er það Little Bobbins og það er það hún Danny og hún er bresk og mjög svona hæglát og hægversk og hérna já, ef þú ert æst þá er rosa gott að setjast niður og kveikja á henni og hún talar bara alveg niður, yndisleg. Hún á Little Bobbins, það er hundurinn hennar og hann Little Bobbin sem að allt sem hún gerir er þetta er bara barnið hennar, þessi hundur og hún er reynda nýbúin að fá sér kött svo að hérna þeim líka rosalega vel við hvern annan og eru bestu mátar í dag en hún er mjög já svona já róleg og hún gerir annars lagið verkefnatöskur sem hún selur og hún var að gefa út sína fyrstu sokkauppskrift sem að ég er búin að kaupa mér held ég og ætla það er eitt af þessu sem að kveikti líka aftur í mér og hérna
og hún prjónar fullt af fallum dóti, sokkum og peysum og sjölum og svona spáir mikið í hlutunum og er svona algjör dúllari og mamma hennar kemur annars á podcasti hjá henni. Þær eru með svona samvinnuverkefni þar sem að mamma hennar saumar út í efnið og svo saumar Danny verkefna töskur upp á því og já, þannig að það er bara gaman að fylgjast með þeim. Þannig að þá eða henni öllu heldur. Þannig að þá ég búin að þylja upp þessi podcast sem að ég hef mestar mætur á og svo getur vel verið ef ég rekst á eitthvað annað á næsta ári og svona bara þegar framlíða stundir þá náttúrulega mun ég tala það hér og ég ætla líka að reyna að vera duglegri að benda á svona samprjón og svoleiðis eftir áramótin. Það fer alltaf hellingur í gang og þið svo sem ef þið eru byrjað að horfa á eitthvað af þessum podcastum að þá sjáu ég það að það allir að byrja með eitthvað strax í janúar þú veist, alls konar klára þetta og klára hitt samprjóna verkefni sem að bara frábært af því að mann gengur ver suma daga að koma hlutunum af prjónunum heldur en aðra. Þannig það bara gott ef við tökum okkur saman í því og hjálpumst að. Það svo sem, já, við erum að detta í jólafrí, þannig eru 2 jólakransar, það man ekki hvort það séu 3 eða 4 eftir í búðinum minni, verkefna Töskur Helgu á Facebook og það eru 4 jólapokar eftir líka og ég er búin að lækka verðið á því bara til þess að að það fari út eða svona, já, en annars bara bíða þá þeir verða áfram hann inni og svo sé ég hvað bara á næsta ári þegar ég fyrir almennilega í gang hvað þegar breytingarnar á heimilinu vera búin og svona hvað mér dettur í huga að gera. Og eitt gott geispaður en ég kveði ykkur. Ég taldi mig vera alveg, já, útsofna allt en sjálfsagt þetta geispa ykkur öðru með en að ég sé sifið. En já, þetta búið að vera ótrúlega gaman að gera þetta og að ég sé búin að gefa 12. þáttinn, finnst mér rosalega skrítið. Ég átti ekkert endilega vona að gera neitt meira en 1. þáttinn. En en þetta var bara gaman og er gaman og ég mun klárlega halda þessu áfram og það svona eins og sko sunnudagar ég fann að bíða spennt af því að Guðlaug hefur duglega að setja sína oftast í loftið á sunnudögum og þá hef ég klárað daginn með henni og byrja svo mánudaginn á því að taka sjálfu upp podcast og þess vegna ég að vísa svo mikið í hana þegar hún mér í svo fersku minni náttúrulega nýbúin að horfa á hana og mér finnst líka bara svo gaman að þetta sé til líka á okkar máli og væri nú ekkert leiðilegt að sjá okkur aðra gera þetta líka og hún var mér algjörlega hún Guðlaug innblástur í að kýla á þetta og þakka henni fyrir það og en mér langar bara að óska ykkur góðra og gleðilegra hátíðar og bara þakka fyrir samfylgdina á þessu ári og hlakka til að hitta ykkur á nýju ári og halda áfram að nota ykkur sem stuðningspúðan minn í handavinninni af því að já, maður fær svona pínu aðhald með að halda áfram að gera hlutina þegar maður hefur ykkur í liði með sér. Þannig að, já, bara, og ég er búin að kynnast svo miklu af
frábæru fólki í gegnum hennar miði líka. Þannig að það er æðislegt bara og er bara í samskiptum við nokkra aðila nánast á, já, allavega vikulega sem er bara frábært og er náttúrulega geggjað að hitta einhvern tímann eitthvað af þessu fólki. Vonandi verður ganga aftur á næsta ári og þá verður nú sko æðislegt að hitta ykkur. Og þannig að við sjáum bara hvað nýja árið býður okkar. En já, við sjáumst þá bara 2018 og ég þakka bara fyrir í dag. Og gleðileg handavinnujól. Bye bye.